Og síðan skiptum við svolítið gír og fórum að tala eða fórum að vinna með fyrirgefningunina og iðrunina. Og það var sem sagt í þessu sáttagjörðarferli eða rituali lúterskra og mennóníta. Mennónítar eru sem sagt söfnuður sem að sprettur upp úr því sem stundum hefur verið kallað róttæka siðbótin, endurskýrendur anabaptistar, og þeir urðu fyrir heilmiklum ofsóknum á 16. öldinni af því að þeir voru öðruvísi. Og sársökin í því kannski meðal annars tengdur því að þetta eru friðarsinnar. Þetta fólk sem að vildi draga sig svolítið í hlé, leggja áherslu á kærleiksboðskap, leggja áherslu á frið og umhyggju og alls ekki grípa til vopna. Og það var sögð svolítið mögnuð saga af mennóníta sem að var sem sagt ofsóttur, og einn hermaðurinn hann hleypur yfir ísilagt vatn og einn hermaðurinn sem á eldan og sá sem næst honum, hann dettur niður í vög og hann kallar á hjálp. Og þessi maður hann snýr aftur til þess að hjálpa honum, og hvað gerist? Jú, hann bjargar manninum og hann tekinn höndum og hann tekinn á lífi. Í þessu fólst líka svolítið uppgjör þeirra við sína eigin fortíð og uppgjör við það að vera eða hafa séð sig sem einhvers konar svona fórnarlömb. Þetta var óbúslega falleg athöfn, hún var í 2 hlutum. Í fyrri hlutanum þá tekist svona svolítið á við sársaukann og í síðari hlutanum þá fór þessi sáttagjörð fram. Þetta var markirað með ýmsum hætti til að mynda með því að það var skipt búnað á altarinu. Það hafði verið klætt fjólubláum lit í upphafi. Og það var semst klætt hvítu og það voru lagðar ólífugreinar á það og mjög flott fat sem að mennónítarnir afhentu Mark Hansson og lúterska heimssambandinu, sem að minnir okkur líka á þjónustunum. Og þetta svona athöfn sem að einhvern veginn hún snertir svolítið við okkur. Við förum ekki alveg söm héðan og við förum ekki alveg með sömu sýn á fortíðina, á fortíð kirkjunnar okkar. Og kannski ekki alveg með sömu sýn heldur á það hvað það að vera kirkja og hvernig við eigum að líta á okkur í samtíma.